Því miður, eh, því miður þá var bara veðrið ekki nógu gott og í gær því ég ætlaði að keyra, þannig ég komst ekki og ég ætla að halda þennan fyrirlestur á sem sagt, á Zoom. Ég er sem staddur í Bolungarvík, stundar rannsóknir við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og minn fókus hefur verið svona aðalegi í sem sagt, tengdar minjar. Þá getum við sagt verslunarstöðvar, við getum verstöðvar og hvalveiðistöðvar og svona þetta eru þess svona helstu og svo hefur ég náttúrulega líka eins og kemur fram hér að stunda rannsóknir á þá sem sagt neðansjávarminjum, þá skipsflökum og öðru sem finnst svona í hafinu. En ef við byrjum bara þá verður fyrirlesturinn sem svona tvískiptur og fyrst ætla ég að fjalla svona aðeins minjar á hafsbotni en í seinni hlutanum ætla ég að fara yfir rannsókn sem við gerðum fyrir yfir nokkur ár á sundunum við Reykjavík. Það er svæðið frá Örfirisey og inn í Eiðsvík. En fyrst þá til þess að aðeins til þess að fara svona yfir neðansjávarfornleifa rannsóknir á Íslandi þá eiga þær ekki langa sögu. Það svo fyrsta rannsókn sem á skipsflaki var framkvæmd í Flatey árið 1993. Þar var rannsakað leifar af skipi sem fórst á seinni hluta 17. aldar. Það var hollenska flautan Melkmaid og síðan eftir þá rannsókn var ekkert gert fyrr en 2006 þegar var framkvæmd rannsókn í Kolkuósi í Skagafirði. Það var gamla höfnin rannsókuð og síðan hefur orðið svona hæg aukning á fornleifarannsóknum í neðansjávar á Íslandi. Ef við kíkjum aðeins á grafið hægra megin, þá sjáum við að þetta er þrískipt og það er eftir sín mál sem tengjast neðansjávar minjum sem koma á borð hjá Minjastofnun. Í miðjunni eru sem sagt blaðagreinar sem sagt eitthvað sem kemur upp á hafsbotni eins og við veiðar og annað og neðst er svo sem sagt rannsóknir á neðansjávarminjum og þið sjáið að Íslendingar hafa greinilega alltaf eins og við vitum haft áhuga á neðansjávarminjum og það sést helst á blaðagreinum þessi áhugi Íslendinga á því sem er í hafinu. En það er aukningin sem sagt frá 2000 fer aukning sem sagt á rannsóknum og málum sem komin á borð hjá Minjastofnun. Og við getum sagt að þessi aukning sé stöðug. En til hvers eigum við eiginlega að vera að stunda fornleifarannsóknir neðansjávar? Það er náttúrulega kannski spurning. Rannsóknirnar á neðansjávarminjum getur gefið okkur svona nýrri sýn á siglingar og sjótækni og svo samskipti þjóða. Það er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga þar sem við erum náttúrulega eyja og erum öll okkar tenging við umheiminn yfir hafið og alveg fram til 1940, við getum sagt að 1940-50 er það okkar eina leið á milli frá landinu til landsins. Og þetta getur líka gefið dýpri sýn á verslun og viðskipti og hvernig nýting sjávarauðlinda hefur verið í gegnum aldirnar og svo náttúrulega svona dýpri mynd af sögu okkar sem við fáum í raun og veru ekki annars staðar. Og við undirstrika aftur þetta með samskipti okkar Íslendinga við erlendar þjóðir byggjast á sjósamgöngum. Svo má ekki glemma því heldur að mestur fjöldi minja á Íslandi finnst við strönd og grunnsævi. Og við getum sagt að á síðustu áratugum, alveg frá kringum 2000, var alveg gríðarlegu þróun í tækni til neðansjávarrannsókna og þá var það sérstaklega þessi hvað var það fjarkönnun, það er að segja með sónar og neðansjávardraumum. Og það er bæði orðið mun ódýrara að verða sér út þessi tæki. Áður fyrr þurftu heilt rannsóknarskip og annað til þess að bara til að gera eitthvað í hafinu. En í dag er þetta hægt með tiltölulega litlum tilkostnaði. Og þessi tæki er alltaf að verða mun auðveldari í notkun. Hvað
hvaða neðansjávarminjar finnast við Ísland? Það getum við sagt að það sé aðalega 3 tegundir sem sagt minjastaða neðansjávar. Það sokkin búsetusvæði, svo það skipsflug og flugslýsastaðir sem koma inn eftir seinni heimsstyrjöldina. Þá það náttúrulega líka flugvélar sem farast hrapa í hafið. Og við getum fundið hér búsetusvæði neðansjávar og það þá náttúrulega helst í nágrenni við þessar staði eins og hvalveiðistöðvar, verslunarstöðvar og annað sem tengist hafinu. En svo til líka önnur tegund og það eru bæjarstæði sem hafa horfið undir vatn vegna virkjunarframkvæmda og við getum tekið dæmi slíka staðir bæði þiðriksvöllur í Þiðriksvallavatni í Strandasýslu og svo Vatnskot í norðanverðu Þingvallavatni. En skipsflug náttúrulega algengust þeirra minni staði neðansjávar sem við finnum við strendur Ísland. Og það náttúrulega ekki bara á hafsbotni heldur líka í landi þar sem skipað var strandað og svo horfið í sand eins og myndin sem þarna. Þetta eru skipsflug af franskri Skonnortu sem fórst á Mýrum aldamótin 1900. Og hvað aðferðafræði, hvernig aðferðafræðin sem við notum, þetta í raun og veru ekkert sérstaklega frábrugðið þeirri aðferðafræði sem notuð í skráningu minja á landi. Það unnið með heimildir, ritaðar heimildir og könnun þeirra og vettvangsvinna og þá náttúrulega að tala við staðkunnuga eins og við gerum líka þegar við erum skrá minjir í landi. En í þessu tilfelli þá tölum við sjómenn og svo fer leitin fyrst og fremst fram með fjarkönnun og svo köfunum. Og eftir að minjastöðurinn hefur verið staðsettur og þá var hann alltaf skráður með aðferðafræði. Ég getum sagt að það eini stóri munurinn náttúrulega bara umhverfi. Þetta aðeins öðruvísi umhverfi og ekki hægt að nálgast hann öðruvísi með köfun. Og ef við byrjum svona að kíkja aðeins á tökum núna ritheimildir, þá helstu ritheimildir skipsskaða eru þessi klassísku sem við þekkjum öll íslenskir annálar, fornritin, Íslensk fornbréfasafnið og svo dagblöð og tímarit, en þau koma eftir 1850 þá getum við sagt að skipsskaðar og annað sem tengist slysum í sjó fyrir að koma fram í tímaritum. Og svo náttúrulega ýmis önnur sagnfræði og byggðasögurit og sjókort eru líka mikilvægur hluti af þessu. Og við getum áætlað út frá þessu ritheimildi sem til eru að 2000 til 3000 skip hafa farist við Ísland á tímabil 900 til 2000. En þetta náttúrulega bara byggt á íslensku ritheimildunum og ef það eru tegnar inn erlendar ritheimildir mun þessi talu eflaust verða mun stærri. Og síðust ár hefur verið að vinna með heimildirnar og ég hef skráð úr íslensku ritheimildum 1132 skipsskaða frá 900 til 2020 og ég tók bara skip sem voru 40 tonna stærri því að allt undir 40 tonnunum það svo gríðarlega fjölda smábátum sem hafa farist í kringum landið í gegnum aldirnar að það eiginlega vonlaust að það alveg sér, getur sagt algjörlega sér verkefni að taka það saman. En svo náttúrulega, þetta náttúrulega mikill fjöldi, en hvað eru margar staðsningarnar í raun og veru þekktar? Það náttúrulega líka stór spurning. Og það eru þekktar 122 flög í kringum landið og þau eru flestur á 20 stöld. Og það það beila aðeins 11% af heildarstaðsetningum, af heildarfjölda fyrirgefið af mögulegum skipum í kringum landið. Og það ágætt að benda á þetta kort sem sýnir að flestu þekkt skipin eru við frá Suðvesturlandi og norður úr. Og þetta náttúrulega flest allt fiskiskip sem hafa farist við veiðar í kringum landið. Ok, en langar líka að það mjög mikilvægt í allri neðansjávarvinnu að nýta sér þá staðbundnu þekkingu sem til og það eru sjómenn. Þeir eru mikilvægastir í þessu og það sérstaklega togarasjómenn því að þeir þekkja hafsbotninn í raun og veru alveg eins og lóan á sér.
Og það sést kannski best á þessum myndum sem eru hérna, myndin vinstra megin sem sýnir festur í mynni Ísafjarðardjúps. Festur eru þar sem sjómenn festa veiðarfæri og þeir merkja þetta á kort og þeir reyna að komast hjá því að flækja í þetta því að þá náttúrulega skemmast veiðarfærin og mikið fjárhagslegt tjón. En þeir hafa líka reikið sér á að það er mikið fiskur oft í kringum flugginn og þannig að þeir reyna þá að fiska eins nálægt þeim oft eins og þeir geta. Og þeir eru náttúrulega með þetta allt skráð inn í siglingatækin hjá sér, inn í tölvurnar, þannig að að fá þessar upplýsingar frá þeim getur einfaldað gríðarlega leið að skipsflaki. En ef við tökum hina myndina, hún sýnir sem sagt tókslóðir við Reykjanes og dekkri liturinn á rauði liturinn, það er þessi mikið tógað og svo verður hann ljósari. Og þá vil ég benda á því sjáu þarna merkt skipslög, þetta eru þekkt skipslög á þessu svæði og við sjáum hvernig það myndast eyjar í kringum skipslögin en það er að því að tógararnir eru að reyna að koma í veg fyrir að fara í skipslögin og skemma þar að leiðandi veiðarfæri. En þannig eru þeir í raun og veru líka maður getur að vernda skipslögin, þeir reyna að koma í veg fyrir að fara í þau, þannig að þetta tæki mætti nú nota til þess að finna skip, bæði með því að tala við þá sjálfa og síðan að skoða svona gögn því að það þessar eyjar geta líka sýnt fram á óþekkt skipslög. En svo náttúrulega alveg þekkt að það er mjög algengt að komi brak upp með veiðarfærum, skipshlutar jafnvel og í eitt skipti veit ég að það kom heill bátur upp í veiðarfæri. Það var ekkert mjög stór en samt alveg nógu stór. Jæja, en hvernig er varðveisla minja neðansjávar? Hún almennt séð hún bara mjög góð en það þó mismunandi eftir svæðum og við getum sagt að því dýpra því betra. Skip varðveitast betur því dýpra sem þau liggja og það náttúrulega út af straumum og öðru sem eru sterkari þegar við strönd og á grunnsævi. Og ef við tökum til dæmis þessar myndir sem eru hér þá sjáum við hérna vinstra megin minni myndin efri togarinn Surprise sem fórst á Landeyjasandi 1968 og við sjáum þessa mynd litla sem eftir af þessu skipi, stálskip, gufuketillinn sem sést þarna hægra megin á myndinni. En ef þið skoðið myndina þarna, þrímyndamyndina hægra megin, þá sjáum þið þetta leifar af skipi sem sökk við 1908 inn í Álftafirði í Ísafjarðardjúp og þetta stór skonnorta, 400 tonn og hún var með koparklæðningu utan á neðri hluta skipsins og það sá hluti sem hefur varðveist best, þið sjáu það á þessum merktu 2, þið sjáu númerið þarna og það koparklæðningin á meðan all yfirbygging og annað hefur grotnað í burtu. Já, og það sem rannsóknir að sýta ef flak liggur á hörðubotni þá harður það grjót og möl og annað sem kemur veg fyrir að skipi grafist niður í set og opið fyrir á sterkum straumum það flýtir fyrir niðurbroti. Og svo sjáum við líka af þessum flögum sem við könnuðum að þá merki niðurbrot líka vegna annar umhverfisþátta, þörungar, krabbadýr og svo sést líka á timburleifum merki trjámaðk. Og það líklegt að það trjámaðkur, það ekki búið að greina það nákvæmlega. Og ef við sjáum þarna myndina hægra megin, þar skipsflak inn í Önundarfirði sem stórt barkskip, hvalveiðiskip sem var sökkt á litlu dýpi, en þarna sjáum þið að öll yfirbygging og timbur farið, en þið sjáum þið seti sem bæði innan í skipinu og utan því, að neðsti hlutin botnin sennilega varðveittur þarna undir. Þannig í þessu tilfelli eitthvað meira varðveitt af þessu skipi. Já, þá svona fyrri hlutin svona nokkurn veginn og erum við búin að fara yfir fyrir hlutan.
Og ég ætla að snúa mig núna að rannsókn sem við gerðum á Sundunum sem þetta við Reykjavík og þið sjáum þarna á kortinu þau skipslög sem ég fann, skipsskaða sem ég fann í ritheimildum og elsti skipsskaðinn sem ég fann var frá 1667 og það var skip sem fórst þarna við Örfirisey og næsti skipsskaði það var danskt kaupskip sem fórst þarna við Örfirisey. Árið 1700 fæst annað skip sem var hollenskt kaupskip sem fórst líka við Örfirisey og við getum sagt að það ekki margir skipsskaðar. Ég fann enga skipsskaða til dæmis fyrir 1600, fyrir 1667 en þeim fjölgar svo hægt og rólega eftir því sem nær dregur okkur í tíma. Og þegar komið fram á fyrri hluta, eða seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. Talsverður fjöldi skipa sem farast við Reykjavík. Þá slitna upp og reka í strand. Svo líka eru fiskiskip sem lenda í óveðri og þar eru skip eins og Tryggvi sem ferst ekki Tryggvi fyrir ekki, það var þarna Ingvar og Henriette og fleiri skip sem farast í óveðri þarna í kringum Viðey. En það má náttúrulega ekki samt alveg loka fyrir það að fleiri skip hafi farist þar í kring fyrir 1700 og það er fleiri skip eflaust eftir að koma í ljós eftir því sem maður kafar meira inn í ritheimildirnar. En svona til gamans, þá langar mig aðeins að bera saman tvo staði, Eyrarbakka og Reykjavík, að það er mjög áhugavert að bera þessa tvo staði því að við rannsóknir á ritheimildunum kom í ljós að kaupskip farast bara mjög reglulega við Eyrarbakka alveg frá miðöldum og alveg fram til 1900. Og þú veist, í samanburði Reykjavík þá finnst engin fyrir en eftir 1700. En eftir 1900 þá farast bara engin kaupskip við Eyrarbakka og það náttúrulega kannski bara styður það sem sagan segir okkur að mikilvægi Eyrarbakka sem kaupstaður hann tvínar á seinni hluta 19. aldar en á sama tíma þá vex Reykjavík smátt og smátt fiskur hrygg og þetta svona og það við getum það í raun og veru kannski að nota þetta til þess að meta þó gróft mikilvægi kaupstaða í kringum landi, út frá fjölda skipsskaða, en það má náttúrulega ekki heldur gleyma því að það er náttúrulega mismunandi skipalægi, mismunandi hættulegar innsiglingar, þannig að það verður náttúrulega að taka líka tillit til þeirra þátta. Já, heldur áfram rannsóknarsvæðin sem við fókusum á. Þetta er náttúrulega stórt svæði, þannig að við skiptum því aðeins upp. Við völdum svæði í minni Reykjavíkurhafnar, austan við Örfirisey, það var svæði A og síðan tókum við svæði nokkurn veginn í framhaldi af svæði A sem var þá svæði milli Ingeyjar og Viðeyjar og sem við köllum B og síðan voru C og D, svæði C var inn í Eiðsvík sem gamla tilskipaleigan í Reykvíkinga og svo svæði D sem var norðan við Viðey og vestan við Geldinganes. Þetta voru svæðin sem við fókusum á þetta sinn. Við meldum að þessi svæði með side-scan sonar, eða eins og ég kalla það tvígeislamæli og það komu 45 frávik á hafsbotninn á öllum svæðum. Frávik er eitthvað sem kemur fram í sónarnum sem stingur í stúfu umhverfis. Þannig ekki, þú færð mjög, sónarinn sýnir mjög svona, botninn kemur í ljós eins og hann sér
hvað getum við sagt, hann einsleitur eða hvernig sem það svo allt í einu kemur inn einhver hlutur sem snýr öðruvísi eða algjörlega öðruvísi en allt annað umhverfi sitt, þá hann merktur. Og sagt, við fengum 2 frávik á svæði á A, 7 á B, svo 24 á C og 12 á D. Og þetta voru alls konar hluti sem kom í raun og veru fram í sónarnum, það voru akkeri, það voru sumar með áfastum keðju og svo voru talsverður fjöldi af sagt, frávikum sem við gátum ekki greint út frá sagt, sónarmyndunum, neka höfðum við tíma eða fjármagn til þess að kafa niður á alla, þannig að það ennþá eftir að klára nokkur frávik. En á þessu eru sennilega á þessum sónarmyndum eru og 11 skipsflug, við gátum staðfest nokkur þeirra með neðansjávarsdróna og svo líka köfuðum við niður á nokkur. Svona það var líka áhugavert að koma í ljós 2 risastór malanámusvæði, þetta grænu blobbin þarna á kortinu og þetta eru malanámusvæði sem tilheyrðu námuvinnslu á vegum Björgunar EHF. Og þið sjáu það alveg möguleiki að þessi malanámusvæði hafi farið yfir minjar, en þið sjáu til dæmis hvað bæði svæðin eru nálægt minjastöðum. Þannig að það er komið þetta sýnir hvað það mikilvægt að kanna hafsbotninn áður en að valin svæðið til framkvæmda, eins og bara í landi og annars staðar. Já, ef við tökum svæði A, þá fyrsta sem kom í ljós eins og sónarmyndin. Ég veit ekki hvort það skilji sónarmyndinar, en hann kastar geisla niður til beggja hliða og mælir tíman sem þetta er svona bara hljóðbylgjur sem hann sendir til beggja hliða og undir bátnum svona gangur eins og þið sjáu þarna þetta hvíta og þessi sem dauður. Það er engin geisli sem fer þar niður, þannig að það voru að horfa á sitt hvorum megin við bátinn. Þetta er eins og loftmynd, þið horfið beint niður á hlutin. Og þarna sjáu þið sporiskilaðan hlut sem var óþekkt skipsflag. Það var tréskip, skrokkurinn var að mestu leyti horfinn en það sem var eftir ákveðin sem var setmyndun þarna, þannig að þarna var hægt að það er örugglega eitthvað grafið niður í set, en ballestinn og ýmsar leifar eru þarna í kring. Og ef við skoðum hina svona myndina, þar sjáum við svona líka óreglulegan hlut, en þetta var stórt norskt kolaskip sem hét Inger Benedikt og sökk eftir árekstur árið 1924, þetta er beint í mynni Reykjavíkurhafnar og það var ákveðin árið 1927 að sprengja flaggið í loft upp til þess að innsiglingunni stafaði ekki hættu af því. Og maður sér í raun og veru á sónarmyndinni að það er ekkert skipslag á, þetta er bara búið að sprengja þetta alveg í tætlur. Svona til að bæta við þá árið 1927 þá var það hrikalegt slys við sprengingarnar, það fórust 2 menn sem voru að vinna við að sprengja skipið í loft upp. Efri myndin sýnir bara járnabrak sem liggur þarna út allt á botninum og það var ekkert að sjá út af þessum hlutum, eða það þyrfti náttúrulega að kanna þetta náttúrulega mun nánar þetta. Við fórum bara niður þarna, í þessu tilfelli fórum við niður neðansjávarstróna til þess að kanna ástandið. Nú, ef við tökum svæði B milli Engeyjar og Viðeyjar, þar komu ljós 7 frávik og 3 þeirra voru skipsflug, það var Pramminn Tryggvi sem sökk árið 1967, hann liggur á hliðinni, það er ekki mynd af honum hér. Svo var það Trillan Sæfari sem sökk árið 1963, hún er þarna fyrir neðan, þið sjáu hún er mjög greinileg og svo dýpkunarskip sem er ekki vitað hvenær sökk, þið sjáu það vinstra megin. Þetta dýpkunarskip var síðast notað við dýpkun að ég eftir heimildarkönnun þá komist við að því að það var síðast notað árið
kringum 1965 við dýpkun Sundahafnar. Hvort að það sé sama skip eins og þið sjáum á myndinu þarna fyrir neðan. Þetta skip hefur oft verið kallað grafvélin og sportkafarar hafa kafað niður á það áður. Þannig að þetta er sæmilega þekkt. Meira sáum við að þá voru á þessu svæði eins og ég segi 7 frávik og nokkur þeirra þyrfti að kanna betur þess að það var ekki svona greinilegt hvort það verið skipsflak eða ekki. Nú, ef við tökum svæði D sem var Eiðsvík og Geldinganes, þá náttúrulega ágætt að byrja á því að minnast á það að Eiðsvík var í lok 19. aldar og byrjun þeirra 20. var hún aðal þilskipahöfn Reykvíkinga. Og við heimildakönnun þá kom í ljós að það er alveg möguleiki svæðið hafi verið skipalega allt frá miðöldum því að ein heimild í fornbréfasafninu, hún sagði að munkarnir í Viðey að þeir stunduðu verslun á Geldinganesi, þannig að það er alveg möguleiki að skip hafi, þetta er fín lega, það er ágætis skjóla þarna. Þannig að það djúpt, 18-20 metrar dýpi á svæðinu, þannig að það er ekki ólíklegt að þarna hafi verið skipalega fyrir 19. öldina. Og ef við sjáum þetta er myndin hægra megin, þessi stóra, hún sýnir ferlana, sónarferlana og ef þið sjáum það, þá sjáum við svona litla hvíta bletti og þetta eru frávik sem komu fram á sónar. En ég vil taka fram að við áttum eftir, þetta er bara hluti og við áttum ennþá eftir þá að sónarmælar önnur svæði þarna líka eins og við sjáum. Það eru stór svæði sem áttu eftir að kanna betur. En það voru 39 frávik sem kom í ljós og 4 þeirra voru örugglega skipslok. 3 voru óþekkt og svo var það flagg fiskiskónar Henry I sem fórst 1908. En svo voru gríðarlega mikið alls konar frávik sem gæti líka verið tengt, sem gæti verið skipsflök, en sónarinn gat ekki sýnt fram á það. Ef við tökum til dæmis myndina hægra megin, þá sjáum við sporöskjulega hlut sem liggur á botninum og út frá honum eru 2 akkeriskeðjur og endan á báðum eru akkeri. Og það er ekki ólíklegt að það var alveg þekkt ef það var stormur og skip voru í hættu, þá reyndu hættu að slitna upp, þá reyndu að henda út keðjum til þess að reyna að stöðva rek og annað. Þannig að þetta geti verið ummerki það að það hafi verið reynt að orða þetta skip fórst. En þetta skip á eftir að kanna betur. Svo sjáum við líka litlu hlutina þarna í kring, þarna á svona myndinni sem gerur líka einhverjir hluti sem liggja á hafsbotninu sem gæti verið sem sagt manngerðir. Og aftur, ef við kíkjum á myndina þarna hægra megin, þá sýnir hún líka sónarferil, en við líka benda á að sónarinn, þessi litla myndin neðst, hún sýnir hvað sónarinn fyrir yfir þúst á hafsbotninum, þannig að þústin lendir í dauðasvæðinu, en þið sjáu líka á að það er sem sagt hvernig það er eitthvað þarna á hafsbotninum, þið sjáu það umhverfið í kringum þennan hlut er sem sagt frekar einsleitur og hann stingur vel í stúfi, þannig að það er líklegt að þetta sé eitthvað mannlegt, hvort sem það er skipsflak eða eitthvað annað. Já, og við völdum eins og þið sjáu á stóru sónarmyndinni, þannig að akkúrat kemur fram sporöskjulega hlutur og þið sjáu meiri segja leifarnar af mastrenningu en það liggur sem sagt út úr skipinu, þessi litli blob sem kemur út úr skipinu. Við höfum líka bent á annað, að það er rétt við er annað frávik sem er líka öllu líkindum leifar af skipi. Skonnartan Henry I, hún fórst í stormi á legunni í Eiðsvík árið 1908 og það var reynt að ná skipinu upp en það var hætt við það eftir að það var danskur kafari, Axel Nielsen, sem fórst í köfun. Það var ekki vitað hvað hefði gerst. Hann sennilega bara á hjartaslagi eða eitthvað álíka sem er ekki óalgengt. Við ákváðum að kafa niður á þetta flak og kanna það betur og
og þá sýndi sú könnun að það var lítið eftir að þessu flaggi fyrir utan ballestinu, en talsvert sáum við að gripum í bæði milli ballesteinana og í kring, en mest allt timburverk var horfið og meðal gripa svo í leirmunni. Við sáum líka heilan glerkúpul af olíulampa og ásamt ýmsum koparnöglum og þetta var náttúrulega, voru mjög erfiðar aðstæður, flaggið liggur 18 metra dýpi, það var mikil myrkur og það var oft erfitt að athafna sig þarna niðri, en nánari rannsókn á þessum flaggi gæti verið áhugavert. Já, þá, ef við tökum bara svona saman, þá getum við sagt að varðveisla minja við Ísland sé almennt góð og elstu minni sem við hingað til að fundist eru náttúrulega frá 17. öld, það er Melkmeit, en það er ekkert sem segir að við getum ekki fundið eldri minjar, til dæmis við gamla verslunarstaði eins og til dæmis inn í Leiruvogi, það sem er mikið set, þann gætur leynst minjar af hafsbotnum sem hafa grafist í set og þar af leiðandi varðveist. Sömuleiðis er margir staðar á landinu sem væri vert að kanna og þannig að það er ekkert ólíklegt að frekar rannsóknar muni bæði sína eldri minjar og líka meiri minjar. Og þessar rannsóknir sem við gert hingað til, það var alltaf sýnt að við getum aukið þekkingu okkar á mikilvægum þáttum Íslandssögunnar og bæði skiparsmíði, iðnar og verslun og fiskveiðisögu og svo náttúrulega samskiptum Íslendinga og annarra við þjóðir í Evrópu. Og rannsóknir sem við gerðum á Sundunum, hún bendir sterklega til þess að skipaleigan við Örfirisey, hún aukist í kjölfar einokunarverslun 1602 og frá upphafi landnáms og frá 15. öld hafi verslunarstaður Reykjavíkurstaðarins verið innar á Sundunum, það er segja Leiruvogi, kannski Elliðavogi og Þernið, það eru til heimildir þessa staði sem verslunarstaði. Og svo náttúrulega af hverju færist verslun utar, það eru ýmsar ástæður, en það er náttúrulega kannski stór hluti af því að það er þróun í skipasmíði, stærri skip sem þurfa öðruvísi legur, dýpri legur og þetta, en það er náttúrulega margir þættir sem hafa spilað inn í þessa þróun. En almennt séð þá er varðveisla á minjum á Reykjavíkursvæðinu slæm miðað við þessa rannsókn en það er mikið á set eins og innar inn í Eiðsvík, það er ekki eins harður botn og það getur líka aukið líkur á að hlutir varðveitist betur sem hafa grafist niður. En þetta er náttúrulega bara við frekari rannsóknir. Og við getum sagt að það voru staðfest 7 skipslög, það var Inger Benedikt, Kolaskipið, Trillan Sæfari, Dýfkannabátur, Tryggvi, Henriett og svo 2 önnur óþekkt skipslög. Og svo tvígeislamælingar, sónamælingar, það bentu sterklega til þess að 4 skipsflug viðbót var að finna á svæðinu. Og svo náttúrulega má ekki glemma því að af þessum 2 skipsflugum halda 2 þeirra undir 100 ára reglu þjóðminjalaganna, bæði Inger Benedikt og Henriett. Og svo ef það verið frekar rannsóknir á öðrum flugum mun örugglega verðuð minnistöðum fjölga á Sundunum við Reykjavík. Ég ætla að láta þetta nægja, ég ætla ekki að tala mikið og bara takk fyrir.